Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Veröld, hús Vigdísar. Það mér sönn ánægja að kemur til leiks hana Sigríði Kristjánsdóttur sem náttúruvá sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Sérfræðingur í náttúruvárvöktun. Sorry. Og jafnframt formaður Stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness. Þetta ákveðin tímamót hjá okkur í þessari litlu fyrirlestarröð okkar. Þetta 10. fyrirlesturinn sem við höldum hérna frá árinu 2023, þannig að það frábært. Og þú hélst fyrirlestur með þetta sama heiti í Valhúsaskóla, bækistöð Stjörnuskoðunarfélagsins á Síðdari. Og ef ég ætti að taka einn punkt frá þeim fyrirlestur þá það sá punktur að við fögnum fjölbreytileikanum, litrófið fallegt í heild sinni, við þurfum A-stjörnur, við þurfum B-stjörnur, við þurfum O-stjörnur, rauða risa og einstaka hvíta dverga. Þannig að gjör svo vel. Takk hérlega fyrir að taka það. Hæ stelpur og strákar, verið velkomin á fyrirlestur. Ég heiti Sigríður, yfirleitt kölluð Sissa og ég vinn á Veðurstofunni og jarðskjálftafræðingur. En hefur líka alltaf haft áhuga á stjörnuhimninum alveg frá því ég var 12 ára. Þá ætlaði ég að verða stjörnufræðingur og nefndi það við kennara minn og sagði að ég ætlaði að vera góð í stærðfræði af því ég ætlaði að vera stjörnufræðingur og hún sagði bara já, flott og svo hitt mig. Og svo fór ég bara að gera alls konar og ég fór og lærði tónlist og var 2 ár meðal annars út í Boston sem kemur aðeins við sögu í fyrirlestunum. Og sneri svo bara alveg við og fór í jarðeðlisfræði og fann þar bara mína hillu og mitt fólk og liði bara afskaplega vel þar. En ég náttúrulega bara þeirrar gæfunjótandi núna að ég vinn við jörðina og svo á kvöldin þá fer ég með fólk í stjörnuskoðun og nýt þá stjörnuheimsins. Þannig ég bara það besta milli heimins og jarðar sem bara nokkuð góður díll finnst mér. En stjörnurnar hafa alltaf heillað okkur mannkynið. Þessi myndir úr einhverjum helli í Suður-Frakklandi þar sem búið að teikna upp nokkrar kunnulegar stjörnur sem gætu verið nautið og hérna systurnar 7. Ég held að alla tíð það hafi mannskepnan verið svolítið heilluð af þessum stjörnuhimni sem kannski svolítið leiðilegt fyrir okkur nútímamanni því við erum smátt og smátt að missa sambandið því að stjörnurnar eru smátt og smátt að hverfa bara inn í rafljósa mengun. Fyrstu kortlagningin á stjörnuhimninum var fyrir 2000 árum og smátt erum við alltaf betri og betri og sjáum þetta betur, skráum þetta allt niður og ef við færum út núna í kvöld þá myndum við sjá svona góðum björtu stjörnukvöldi, 2000 til 2500 stjörnur með berum augum. Við sæjum líka einhverjar vetrarbrautir. Og ef við færum út til suðausturs myndum við sjá Órion sem veiðimaðurinn og sverðþokuna sem kemur líka að sögu eftir. Hér myndi hestþokan vera og svo mjög bjart stjarna líka í austri sem á lofti alla nóttina og alveg fram á morgun sem Júpíter sem í stjörnumerkinu Tvíburunum núna. Þannig að þessar stjörnur þær elta okkur og ef þið tækju mynd á síman ykkar þá myndum við sjá ennþá meiri stjörnur heldur en við sjáum með berum augum. Og ef við tækjum mynd með gervinetti þá myndum við sjá eitthvað eins og þetta. Þetta mynd sem Hubble-sjónaukinn tók og allt þetta hér eru sveigðar myndir af vetrarbrautum. Allir eiginlega punktarnir hérna á bakvið eru vetrarbrautir. Það eru talsvert margar vetrarbrautir í alheiminum. Það mynda einhvers konar svona net eða þræði í alheimsmyndinni. Þetta ekki alvöru mynd, þetta líkan af því hvernig uppbygging alheimsins og kannski svona þessi stórgerða mynd af alheiminum, hún á sitt upphaf í smæstu gerð sem við þekkjum, sem við skoðum í skammtafræðinni. En allt í allt eru eitthvað að við teljum 100.000 milljón vetrarbrautir í alheiminum og í hverri vetrarbraut einhver 100.000 milljón stjörnur. Það talsvert margar stjörnur í alheiminum og stjörnan okkar bara dálítið venjuleg með sínum plánetum í kring og við hérna eitthvað litlir kallar að labba og fyrst það eru svona margar vetrarbrautir og svona margar stjörnur þá kannski einhvers staðar annars staðar
einhverju aðrir litli skrýtnir kallar að labba En þeir eru ekkert alveg fyrir að koma í heimsókn alveg bráðum því það er svolítið langt á milli stjarnanna, tekur dálítið langan tíma að komast á milli. Þannig við þurfum ekkert alveg að fara að baka köku handa þeim alveg strax. En í Harvard, þar var stofnuð stjörnuathugunarstöð árið 1838 sem er rétt fyrir norðan Charles River í Cambridge, rétt við Harvard háskólann. Og stjörnuathugunarstöðin hún byrjaði að taka myndir af stjörnuhimninum í kringum 1880. Og þetta var náttúrulega bara bylting að byrja að taka myndir. Í staðinn fyrir að vera úti að skrásetja eða með sjónauka, þá var hægt að taka mynd og svo var hægt að stúdera hana eftir á til þess að skoða hvað stjörnurnar eru að gera, hvað eru margar. Og þeir tóku myndir á svokallar glerplötur og þeir voru mjög duglegir. Í næstu 100 ár tóku þeir myndir og það eru 500.000 glerplötur í safninu þeirra í dag. Sem er dálítið mikið og það þarf einhver síðan að vinna úr öllum þessum plötum og þær líta einhvern veginn ekki kannski alveg svona út en meðal annars þess sem við sjáum á þessum glerplötum eru litróf. Það kemur mjög mikið við sögu í gegnum allan fyrirlestum, það er litróf. En það sem gerist að það byrjað að safna myndum af stjörnuhimninum. Markmiðið var að kortleggja allan heiminn og það var síðan skrásett og gefið út í þessum Henry Draper skrá. Og Henry Draper var læknir frá New York og konan hans, Anna. Þau voru bæði miklir stjörnuáhugamenn og tóku saman myndir af stjörnuhimninum. Þau voru frekar vel efnuð, hún var svona socialít í New York, hún frekar bara vel sett kona og hann vann sem læknir líka komin á góðri fjölskyldu. Þau voru með stjörnukíki í húsinu sínu á Manhattan, þar sem þau tóku myndir. Þau áttu líka sumarhús í uppsveitum New York, þar sem þau fóru líka og sinntu þessu áhugamáli sínu. Og þegar þau giftu sig, þá fóru þau saman syðsta hluta Manhattan til að kaupa nýtt gler í nýjan sjónauka. Mér finnst það mjög rómantískt að fara saman að kaupa í stjörnusjónaukann sinn. Og þetta sjónaukinn þeirra sem ennþá til, hann núna í Póllandi að ég held. Og mér fannst þetta skemmtilegt að stilla þeim upp svona eins og þetta væri svona þeirra litla fjölskylda. Því miður þá lést hann Henry Draper þegar hann var aðeins 42 ára held ég. Fekk bara einhvern lungnasjúkdóm og bara drafst því miður. Og Anna Draper, hún ætlaði að halda starfi þeirra áfram. Hans markmið var að kortleggja allan heiminn og taka myndir af öllum þessum stjörnum. Og hann bara gerði dálítið merkilega hluti. Hann var til þess að fyrsti til að taka litróf af stjörnum og þau voru fyrst til að taka ljósmynd af sverðflokkanu í Órion. Hún var ekkert rosalega flott, en það var fyrsta myndin. En hann var algjör svona pioneer á þessu sviði að vera að taka ljósmyndir af stjörnuhimninum og ætlaði eiginlega bara að hætta þessari læknisfræði og fara bara að sinna þessu á fullu. Þannig að Anna ætlaði að fara að taka við, en hún var kannski ekki alveg nógu sterk í þessu eins og Henry hafði verið. Og þá kemur Edward Pickering til sögunar. Og hann var forstöðumaður Harvard, stjörnuathugunarstöðarinnar, í 42 ár og hann var bara mjög snjall, útsjónarsamur og sanngjarn stjórnandi. Það þurfti náttúrulega að finna fé til þess að reka þessa stjörnuathugunarstöð, alveg eins og eins og núna. Það bara mjög erfitt að fá fjármagn í alls konar svona grunnrannsóknir. En þá voru það eins og tíðkast í Bandaríkjunum á þessum tíma að það voru efnað og vel sett fólk sem kom inn og styrkti þessa starfsemi. Þannig að hún styrkti stjörnuathugunarstöðina til þess að gera þennan katalóg, að kortleggja allan stjörnuhimininn í minningu mannsins síns. Þannig að Pickering, hann hafði samband við hana á fyrrabragði og sagði, herri, við getum hjálpað með þetta. Svo það var lagt á stað og Harvard stjörnuathugunarstöðin, hún var með sína sjónauka í Boston, í Cambridge, en þau voru líka með sjónauka í Perú, í Arequipa og á Jamaica og í Suður Afríku. Og sögurnar stundum af því þeir voru að opna þessar stjörnuathugunarstöðvar einhvers staðar
lengst úti. Þú vilt fara til Perú til þess að vera með stjörnusjónauka þína því þú vilt komast hátt upp þar sem þunnt andrúmsloft og þú vilt vera þar sem gott veður og ekki skýjað til þess að fá sem bestar myndir og fá sem flest tækifæri til að taka myndir af stjörnuhimninum. Þannig að það meðal annars fór bróðir hans, Edward Pickering, sem heitir William, hann fór til Perú að setja upp. Hann var pínlítið sérstök týpa. Hann vildi mjög mikið vera í þessu starfi að sinna þessari útstöð þarna í Perú. En svo fór hann eitthvað svona að hann rannsakaði plánetur og tunglið mjög mikið og var alveg vissum að það væru bara lækir og gras og fólk eitthvað á bæði tunglinu og Mars. Sem var svona kannski aðeins á jaðrinum allavega í stjörnufræðinni þá. En til þess að koma upp þessari stöð þarna í Perú þá þurfti að koma öllu draslinu upp á fjall. Það var engin leið til þess önnur heldur en að byggja fyrst veg og draga síðan allt upp með ösnum og bara eigin mannafli og svo koma sér fyrir þar. Það var líka borgarastyrjöld og alls konar í gangi. Og á þessu löngu sögu Harvard stjörnuskoðunarstöðina þá það bæði fyrri og seinni heimsstyrjöldin, það hrun 1929 í Bandaríkjunum og það verður alls konar krefjandi aðstæður. En þrátt fyrir það safna þau öllum þessum gögnum. Það alltaf forgangsatriði að safna gögnunum og vinna úr þeim. Þau líka reyndu að halda sambandi við til dæmis þýska og sovéska vísindamenn gegnum allt þetta. Því að þeirra sýn var að það væri alltaf vísindin sem væri framar einhverju svona pólitík eða ósætti. Sem var ekkert alltaf alveg vel skilið og það voru seinni forstöðumenn þeir lentu í vandræðum með þetta í kalda stríðinu, voru teknir fyrir af Bandaríkjastjórn að þeir væru föðurlandssvikarar fyrir að tala við sovéska vísindamenn. Þannig að Pickering algjör lykilmaður í þessu öllu saman. Hvernig hann nær bara að halda utan þetta bæði með einhver svona bara eldhugi í að safna gögnum. Hann líka bara snjall hann smíða líka og hannaði aukahluti fyrir sjónauka í stríðinu, hannaði hann eitthvað mið fyrir byssur þannig að það væri sem að nýttist vel fyrir Bandaríkjamenn í fyrra stríði. Þannig að það var svolítið það eins og svo oft á þessum rannsóknarstöðum eða í vísindastofnunum að þegar það koma einhver svona ófriðartímar þá færist svolítið áherslan yfir í að gera eitthvað fyrir herinn. En þetta eru svona glerplötur. Það eru svona cirka 20–40 cm breiðar eftir í hvaða sjónauka þær voru notaðar. Og svo hægt að skoða hvert fyrirbæri fyrir sig. Þannig að hver svona svartur blettur hérna einhver ljósuppspretta, þá stjörnur eða vetrarbrautir eða eitthvað slíkt. Þetta hérna sama platan tvisvar sinnum, þetta Stóra Magellanskýið sem sjá á suðurhveli jarðar. Þannig að glerplöturnar voru mjög viðkvæmar og þurfti svona ákveðið lag til þess að vinna með þær og þurfti náttúrulega að geyma þær. Það taka mjög mikið pláss. Ég man ekki alveg hvað talan var, en ég held að það sé hvað var þetta, 60.000 tonn eða eitthvað af efni sem Þetta er dálítið mikið að geyma þetta og þær eru ennþá til. Það hægt að skoða líka allar núna því það er búið að setja þetta allt á stafrænt form. Það er búið að hreinsa plöturnar og taka myndir af þeim. Þannig að það allt í gagnagrunni á netinu sem að þið getur bara farið og leikið ykkur með. Og hluti af þeirri vinnu líka náð fram með framlagi frá almenningi sem vann til dæmis við það bara í sínum frítíma að taka allar nótnabækurnar þeirra, glósubækurnar þeirra, að skrifa niður hvað það sáu og þannig að það bara mjög mikil vinna sem fór í það hjá bara áhuga fólki út í bæ. Og þetta heitir Starglass, þannig að þið getið farið og kíkt á þessar plötur og kannski finnið þið eitthvað nýtt. Það eru pottþétt eitthvað eftir að uppgötva í þessum plötum. Ég veit ekki, þið eru enga stund að kíkja í gegnum 500.000 plötur til þess að finna eitthvað. En það náttúrulega það sem að gera líka þetta safn svona mikilvægt, að þetta yfir svo langan tíma og nánast alveg samfellt. Að það hægt að fara og finna, ef við tekjum mynd í dag, hægt að taka og bera saman hvað gerðist í fortíðinni. Hérna sjáum við
stjörnuþoku, vetrarbraut sem við ættum að kannast við, það Andrómedu vetrarbrautin. Og hérna hluti af Órion, þetta eru fjósakonurnar eða belti Órions og sverðþokan. Og svo hérna þessi höfuðsþoka, Horsehead Nebula þarna, sem var uppgötvuð af einni konu sem vann þarna í Harvard-stjörnuathugunarstöðinni sem hét Williamina Fleming og kom mjög mikið við sögu, en við ætlum ekki að taka hana fyrir í dag. Af þessum 80 til 100 konur sem varu, þá valdi ég 3. Þannig að annars getum við verið hér bara með langa seríu til þess að fjalla þær allar. Og svo hérna nærmynd af Órion sverðþokunni, sem afskaplega falleg, bæði ef þið eigið ykkar sjónauka að kíkja á hana. Það meira þess að hægt að sjá hana með berum augum. Við ætlum líka að koma ofsalega fallega út í negatífri mynd á glerplötunni. Þannig að það var ekki bara að vera að taka þessar myndir til þess að hafa einhverja fallega hluti til þess að horfa á. Það var verið að mæla birtustigið og það var verið að mæla litrófið. Og í dag myndum við örugglega henda þessu öllu inn í gervigreind og reyna að fá hana til þess að vinna þessa grunnvinnu. Tæki kannski enga stund. Og veit ekki alveg heldur hversu áreiðanlegt það væri, en þarna þá bara til venjuleg greind til þess að skoða þetta. Og þá það þessi litróf sem eru að koma fram við hverja stjörnu. Sjáum hérna smá zoom inn. Þannig að það litlar stjörnur og við hliðina svona lítið litróf. Þannig að það verið að skoða og flokka og merkja öll þessi litróf. Og þau sjá þau bara, það töluvert mörg fyrirbæri á einni svona glerplötu. Þannig að áður en kannski heldur lengra fara aðeins yfir hvað litróf Einhverjir vita það örugglega. En litrófið fáum við fram þegar við tökum ljós eins og til dæmis frá sólinni og setjum það gegnum prisma eða þrístending. Og þá brotnar ljósið upp í sína regnbogaliti frá rauðu og upp í fjólubláu og svo líka fleiri rafsegulbylgjur hérna fyrir utan sem við greinum ekki með okkar eigin augum. En þegar við tökum mynd af svona litrófi, þá sjáum við hvernig ljósið skiptist upp í sínar bylgjulengdir. Þannig að hvítt ljós á sólinni ekki bara hvítt, þetta margir mismunandi litir. Og þeir brotna upp þarna í prismanum, en síðan sjáum við svona svartar línur í litrófinu og það komið til vegna þess að það mismunandi efni í stjörnunum. Þannig að mismunandi stjörnur með mismunandi litróf. Þannig að með því að horfa á öll þessi litróf þá segja þau okkur eitthvað ljósið í stjörnunum. Og allt sem við þurfum að vita stjörnurnar getum við lesið úr þessum litrófi. Litróf sólarinnar okkar til dæmis langsterkast. Hérna, þetta styrkleikinn og hérna bylgjulengdin. Það langsterkast hérna á sýnilega sviðinu. Þannig að kannski ekki skrítið að augun okkar séu akkurat tjúnuð fyrir þetta hérna bil. Ef það væri bara innrauðargeislar, þá værum við með einhverja svona stóra diska eða hvað þess að reyna að sjá. Eða, ég veit ekki, ef við komum hérna út í útvarpsbylgjurnar, þá varum við bara með einhver loftnet til þess að sjá hvort annað. En það engin tilviljun að augun okkar eru best tjúnuð fyrir akkurat þetta hérna bil. Þannig að við með allar þessar glerplötur, 500.000, og við þurfum að vinna úr þeim. Og eitt af því sem að Pickering var kannski svolítið snjall að gera var að hann tók eftir því að það var fullt af konum í kringum hann sem voru mjög nákvæmar og hentu þeirra svona skil myndi passa mjög vel til þess að vinna úr þessum gögnum. Og kannski svona annar þáttur sem skipti ekki síður máli var að þær fengu miklu lægri laun heldur en karlarnir. Þannig að það var bara að ráða miklu fleiri konur til þess að vinna úr öllum upplýsingunum. Þannig að þær fengu eitthvað í kringum 15 til 20 cent á tíman, sem í dag væri eitthvað í kringum $16–18 mesta lagi, sem eitthvað svipað og svona lágmarkslaun í Bandaríkjunum núna. En þær eru sumar með háskólagráðu og eru að vinna á lágmarkslaunum. Sumar komu meira svo unnu sem sjálfboðaliðar
og það var fullt af alveg eins og núna og þá var vinsælt að vera í svona sjálfboðaliða starfi. Sumar byrjuðu kannski sem sjálfboðaliðar og unnu sig upp og fóru að fá borgað fyrir þetta. Þannig að það var allt í allt eitthvað, ég sé aðeins mismunandi tölur, hvort það hafi verið 80 til 100 konur eða alveg upp í 200 sem fóru þarna í gegn á þessum tíma. Sumar unnu í marga áratug, 40-50 ár við stjórnarþjónustöðina, við það að flokka og skrá niður, stundum var það sett upp þannig að önnur þeirra var að skoða glerplötuna og kallaði niðurstöðunar eftir því sem hún sá til skrásetjara sem sat á hliðina á þeim. En ég ætla að taka 3 mínar uppáhalds fyrir. Það er Annie Jump Cannon og Cecilia Payne Gaposchkin og svo Henrietta Swan Leavitt. Og þær allar 3 á sinn hátt tóku þessi gögn sem voru komin á glerplötunum og ekki bara unnu úr þeim, heldur gerðu sínar eigin rannsóknir og komust að bara grundvallarlögmálum sem að byltu bara okkar heimsmynd, hvorki meira né minna. En við ætlum að byrja á Annie. Annie fæddist í Delaware og hún fór fyrst og tók BS-gráðu í eðlisfræði við Wellesley College og útskrifast þaðan en hún byrjaði ekki að vinna hjá Harvard stjórnarþjónustöðinni fyrir svona 10 árum seinna. Og þetta er alveg svona algengt þema hjá þeim að þær fara kannski eru heimavinnandi og koma svo á að vinna á Harvard stjórnarþjónustöðinni eða koma að vinna meðan það í námi, fara svo í 10 ár í burtu og eru að sinna sínu heimili og koma svo aftur meðan aðrar voru kannski bara allar sína tíð að vinna við að skoða glerplöturnar. Þannig að Annie Jump Cannon hún var mjög framalega á sínu sviði. Hún kláraði síðan meistaragráðu frá Wellesley College og Wellesley College eins og fleiri háskólar sem að þessar konur stunduðu nám við var bara fyrir konur og útskrifuðu bara konur úr sínum háskólum því þær komust ekki inn í hina háskólana. En hún bætti aldrei upp fyrir það seinna meir því hún var ekki bara með 1 eða 2 heiðurs doktorsnafnbætur heldur 4 sem að ég er ekki alveg með svona einhver tölfræði yfir hversu algengt það en mér finnst nokkuð gott að vera með 4 svona heiðurs, meðal annars frá háskólanum í Groningen og einhvers staðar fleiri stöðum í Bandaríkjunum. Þannig að það sem að Annie gerði var að flokka. Hún horfði á öll þessi litlu litróf sem við sáum á glerplötunum áðan og hún var einhvers konar géní í að flokka þessi litróf. Hún flokkaði 350.000 stjörnur á sinni starfsævi og hún var orðin mjög snögg að flokka. Hún heldur komin niður í að geta flokkað 3 stjörnur á mínútu sem var eiginlega hraðar heldur en konan sem vann með henni var að skrá niður gat skrifað. Og hún var bara stökk fram úr öllum í þessu hversu fljót hún var. Og hún horfði á litrófin og það voru ekki bara hún heldur fleiri sem var að reyna að flokka þessi litróf. Bara hvað þessi litróf að segja okkur og af hverju eru þau eru ekki svona alveg tilviljunarkennd, það alveg svona ákveðin mynstur sem koma fram. Þannig að hún tekur litrófin sem hún hefur og það eru aðrir á undan henni búinir að byrja að flokka og notuðu bara stafina og stafrófin okkar en byrjuðu ekki alveg sömu röð og hún. Þannig að þetta var svona fyrsta típan sem var tekin fyrir og hún fekk bara bókstafinn A hjá einhverjum öðrum og næsta típa fekk B. En hún tók svolítið saman stjörnur eða litróf og setti saman og flokkaði upp á nýtt og hún kom upp með þessa hérna röð O, B, A, F, G, K, M sem að allir stjörnusindamenn þekkja og það við notum svona orðasetningu til þess að muna hver röðin og það O, B, Fine Girl, Kiss Me sem ég held að við myndum ekki koma upp með það í dag. Ég sé líka aðeins misvísandi hvort að Annie Jump Cannon hafi sjálf komið upp með þessa leið til þess að muna eða einhverjir aðrir
Sumir segja náttúrulega "Oh, be a fine guy, kiss me", en ég held að hitt hafi verið á undan. Og það hafa oftar en einu sinni verið haldnar einhverjar samkeppnir til þess að koma upp með eitthvað nýtt, en það ekkert slegið út gamla góða "Oh, be a fine girl, kiss me". Ég man eftir að hafa lært þetta í stjarneðlisfræðinni hér og ég veit það ekki, þetta var svona, þetta hjálpaði mér ekkert alveg endilega að skilja, en ég gat svo sem munað hver röðin Og kannski hefði verið betra að bara byrja upp á nýtt, að segja bara A, B, C, D, E, F, G, en við erum svolítið föst með þetta. Það eru fleiri hlutir í stjarneðlisfræðinni sem verið þannig, að við erum bara svolítið föst með eitthvað gamalt og eitthvað sem var kallað eitthvað annað í gamla daga, svo komumst við að því að það væri bara alls ekkert það, en við erum bara pinnföst. En það sem að síðan kemur í ljós þegar það fer að rýna í litrófin, þetta semst röðin sem að Annie kom með, bara út frá því að horfa á litrófin. Bara með því að skoða þau öll 350.000 og læra inn á þau og kynnast þeim svona vel, þá getur hún komið með þessa röð. Og síðan kemur í ljós að þessi röð tengd því hvað stjörnurnar eru til dæmis heitar. Sjáu hérna hitastigið, það hæst hérna uppi yfir 30.000 Kelvin og svo lægst hérna niðri í M-flokknum. Þannig að litrófið hérna, það stýrist af því hvaða efni eru í stjörnunni og litrófið það fylgir því hversu heit stjarnan Þannig að fyrstu litrófið sem að fékk upphaflega A, það með mjög sterkar vetnislínur. Þannig að ákveðnar línur sem við vitum að tengjast vetni. Svo aðrar línur sem við vitum að tengjast heliumi. Og svo karbon og járn og svo framvegis og svo framvegis. Og þannig að þessar O og B stjörnur eru mjög heitar. Þar lítið af vetni því þær eru það heitar að vetnið orðið allt jónað. Og svo fyrir það aðeins að kólna þá koma fram sterkar vetnislínur og svo hér erum við komið með málma og alls konar önnur efnasambönd. Þannig að út frá því að skoða litrófin þá vitum við hvaða hitastigar eru og hvaða efni eru í þeim. Svo núna komin, það aðeins fínni flokkun innan hvers flokks sem fyrir eftir hitastigi og svo eftir ljósafli og sólin okkar G2-VAF, eins og allir vita. Þannig að Annie, hún var bara að horfa á litrófið og hún vissi alveg að litrófið þýddi eitthvað, en hún komst ekki lengra með það, en það voru tveir dúdar, Einar Hertzsprung og Henry Russell. Þeir í sitt hvoru lagi, þeir plottuðu upp á graf, þeir settu ljósaflið, hversu bjart stjarnan var, og Einar Hertzsprung, hann plottaði það sem fall af flokkunum. Nei, nú ég að snúa þessu við. Hertzsprung flokkaði sem af litunum, hvort það eru bláar eða rauðar, og Russell eftir flokkunum hennar Annie Jump Cannon. Og þegar stjörnurnar eru settar upp á þetta graf, þá raða það sér ekki bara hvar sem heldur í svona fallega röð sem við köllum meginröðin, og svo eru aðrar stjörnur sem eru risar og svo reginrisar og niðri eru hvítar dvergstjörnur. Þannig að sólin okkar, hún lendir bara nokkurn veginn í miðjunni á meginröðinni og þetta eitt mikilvægasta grafið í stjarneðlisfræðinni. Það segir okkur bara ævisögu stjarnanna. Þegar þær eru bara í jafnvægi, eru bara að brenna sínu vetni og breyta því í helium og lýsa bara jafnt og þétt, þá þær á meginröðinni. Síðan fara þær að klára að brenna sitt efni og eru að nálgast lokinn á sínu æviskeiði og þá færast þær upp á skaftið og verða risar. Ef þær eru nógu stórar verða þær reginrisar. Og þegar þessu æviskeiði þeirra lokið, eins og sólin okkar, þá verður hún hvítur dvergur. Þannig að þeir komu með þessu í sitt hvoru lagi, sem sömu myndin kemur eins út, en línritið alltaf kallað eftir þeim eða þá bara HR
línuritið. Þannig að Annie Jump Cannon, hún var þarna í 40 ár hjá stjörnuathugunarstöðinni og sinnti alls konar hlutverkum þar. Á hennar tíma kom síðan önnur kona sem heitir Cecilia Payne Gaposchkin. Hún var fædd í Englandi 1900 og fór í Cambridge og lærði þar, tók svona einhvers konar náttúrufræðigráðu, þannig hún lærði grasafræði, eðlisfræði, líffræði og kláraði það nám, en Cambridge útskrifaði ekki konur, þannig hún útskrifast ekki, hún bara kláraði námið. En hún fór svona að leika fyrir sér hvað hún ætti að gera og hún sat meðal annars fyrirlestur með Arthur Eddington. Ef þið voru hérna síðast, eða þar síðast, fyrirlestur svarthol með honum Matthíasi, þá myndist hann aðeins á Arthur Eddington sem tók myndir í sólmyrkvanum 1919, þannig að fyrir 100 árum síðan, og komst að því að Einstein og afstæðiskenningin hans væri rétt. Þannig að Cecilia, hún hlustar á fyrirlestur með Eddington og bara heillast og bara ákveður, þarna hennar hilla. Hún ætlar að fara og læra að verða stjörnufræðingur, en hvernig ætti hún að gera það, hvað er svona besta leiðin, og flest ráðin sem hún fékk var að fara til Bandaríkjanna. Svo hún safnaði saman styrkjum og fór til Bandaríkjanna til að geta hafið þar doktorsnám 1923 og fór til Harvard og var að vinna í þessum glerplötum og kláraði sitt doktorsnám frá Radcliffe College sem er undirskóli í Harvard, kvennaháskóli þar. En ég veit ekki alveg hver túlkunin á að vera, en Harvard hleypir ekki inn konum fyrir 1977. Þeir eru samt með þessa kvennaháskóla og það er alls konar samstarf þarna á milli, en svona lokapunkturinn í þeirri ferð að hleypa konum inn í Harvard er ekki fyrir bara rétt áður en ég fæðist, sem mér finnst eiginlega ótrúlegt að það hefði liðið svona langur tími. Og Cecilia fann alveg svolítið fyrir þessu, þó að allir hennar kennarar sæju að hún væri brilljant. Hún útskrifast 1928 eitthvað svoleiðis og fer strax að vinna hjá Harvard stjörnuathugunarstöðinni, en fær ekki neina stöðu fyrir svo 10 árum seinna. Þá er hún gerð af Phillips stjörnufræðingi, það er staða sem var við Harvard-háskólann. Og hún kenndi líka alls konar kúrsa í háskólanum, en hún fékk ekki prófessorstöðu fyrir 1956, þá var hún 56 ára. Og strax sama ár er hún gerð að deildarforseta við Harvard, fyrsta konan sem var deildarforseti þar. Þannig að fyrir allar þessar konur sem við erum að fjalla hér í dag, þá var svona á brattan að sækja, en í Harvard var kannski svona frekar einstakt andrúmsloft sem er ekki síst Edward Pickering að þakka. Hann bara sá þessar snjöllu konur og bara fannst ekkert eðlilegra heldur en að þær inni þarna, og hann var til dæmis einn af þeim fyrstu sem að setti þeirra nafn framan á, ef það var eitthvað útgefið eða birt eftir þær, það var þeirra nafn á því en ekki einhver yfirmaður. Eitt sem var kannski, þær unnu ekki við stjörnuathugunina sjálfar, þær unnu ekki með sjónaukana nema einhverjum undantekningatilvikum, því það var of erfitt. Ég veit ekki, ég held að það sé ekkert auðveldara fyrir karla að vera úti vakandi nótt að stýra einhverjum sjónaukum, en svona var þetta allavega þá. Það voru einhverjir sem gerðu það en ekki mjög margar. Þannig að það sem Cecilia gerði var að tengja saman þessa flokka frá Annie Jump við skammtafræði. Þannig að tengdi saman litrófið og skammtafræðina. Og það var, skammtafræðin segir okkur af hverju litrófin líta svona út og hverju hitastigið breytir. Og það sem hún er aðalega að skoða eru hlutföllin á frumefnunum í sólinni okkar og stjörnunum. Hvaða frumefni sjáum við þegar við horfum á litrófið og í hvaða magni eru þau. Og hún reiknaði út og notaði sérstakar jöfnu sem var bara nýbúið að setja fram til að reikna út hvað hlutfallið er, og hún komst að því
að vetni væri 1.000.000 sinnum algengara heldur en á jörðinni og helium væri 1.000 sinnum algengara. Þannig að það var, og með við öll hin frumefnin, að þá var þetta bara engin svona munur sem þú sér á jörðinni. Þetta var þvert á tilgátur þess tíma. Og þessum tíma var talið bara sólin og jörðin væri úr sama efni. Það væri sömu hlutföll í bæði sólstjörnunum og í jörðinni. Og hún skrifaði þetta í doktorsritgerðinni sinni og það var hann Henry Russell sem var einn af þeim sem gerði Hertzsprung Russell línurritið. Hann las yfir ritgerðina hennar og hann sagði að þetta gæti ekki verið að hún yrði að setja einhvern fyrirvara í ritgerðina sína þessa tölur. Sem hún gerði, hún setti að þetta væri það sem hún hefði fengið út en þetta væri ábyggilega ekki rétt. Sem þau komast náttúrulega síðan að seinna að var alveg rétt og Russell sjálfur skoðaði fleiri gögn og komst að því að þetta hefði verið vitleysa í honum að þetta væri auðvitað passaði allt saman. Þannig að hún sem nú bara frekar gott þegar maður bara eitthvað kringum rétt tæplega 30 að uppgötva úr hverju sólin okkar sem allir vita í dag að þetta sé vetni og helium en ekki mjög margir hafa heyrt kannski nafnið hennar Cecíliu segi sem við erum að reyna að bæta úr hér í dag. Síðan það hún Henrietta Swan Leavitt. Hún vann líka á stjörnuathugunarstöðinni á svipum tíma og Annie Junk Cannon en hún var látin áður en að Cecilia kom þangað. En hún, bæði Henrietta og reyndar að segja Annie Junk þær mistu heyrnina en þær voru báðar heyrnalausar en létu það ekki stoppa sig og Henrietta hún hafði mjög mikinn áhuga á breytistjörnum. Þannig hún rannsakaði sérstaka típu af breytistjörnum sem heitir Sefidar og þetta eru stjörnur sem að breyta birtustigi sínu nokkuð reglulega. Og þetta mældi hún allt saman á glerplötunum og var eitt af því sem að Harvard sérhæfði sig í. Það var að mæla þessar breytistjörnur og það sem að hún komst að var að ef að þú setur á línurit hversu hratt hún að breytast, þannig að þetta bylgjulengdin, það lotan og birtustigið. Ég alveg rugluð? Rétt, birtustigi. Þannig að eftir því lengri sem lotan því bjartari eru stjörnurnar. Þetta lágmarkið í birtustiginu og þetta hámarkið. Þannig að það var með því að mæla hversu löng lotan þá gastu fengið einhverja fasta tölu á hversu bjart stjarnan Því vandamálið í stjörnufræðinni hingað til á þessum tímapunkti var að ef þú horfðir á einhverja stjörnu og hún var mjög dauf, þá vissir ekki hvort það var að því hún var svo langt í burtu eða hvort hún var bara svona lítil og dauf en tiltölulega nálægt. Og þetta þýddi að við vorum dálítið lokuð inni í okkar bara heimi. Við vorum með allar þessar myndir en vissum ekkert hvað hlutirnir voru endilega langt í burtu. Og þetta var tímamóta uppfinning að fatta þessi tengsl milli lotunar og hversu bjart stjarnan Þannig að hún mældi til dæmis stjörnur í voru allar í stóra Magellan-skýinu sem var einn af fyrstu glerplötumyndanum sem ég sýndi ykkur og því hún gerði ráð fyrir að allar stjörnurnar væru í þessu skýi, að þær væru allar tiltölulega nálægt hver annarri. Þannig að maður gat ekki útskýrt þennan birtumun á því að það væri einhver rosalega mikla fjarlæður. Heldur var að það bara lotan sem var tengingin við birtustigið. Þannig að þetta gat síðan maður sem heitir Edwin Hubble notað til þess að reikna fjarlægðina að Andrómedu-vetrarbrautinni. Því á þessum tíma, kringum 1923,
4-5 á síðustu öld, að þá vissum við til dæmis ekki hvort það væri einhverjar vetrarbrautir eins og okkar, eða hvort þær væru bara allar inn í vetrarbrautinni hjá okkur. Af því við vissum ekki hverjar fjarlægðirnar voru. Og það var dálítið svona, ekki slagur, en það var ágreiningur það hvort að þær væru, hvort það væri sér vetrarbrautir eða hvort þetta væri bara hérna inni hjá okkur. Og hann Harlow Shapley sem hann tók við af Pickering í Harvard, hann var alveg viss að við værum bara, þetta væri allt saman inn í vetrarbrautinu okkar. Og hann þurfti að skipta skoðun því að Edwin Hubble sýndi fram á með því að nota svona Cepheida stjörnur í Andrómedu vetrarbrautinni, þá vissi hann hvað þær væru raunverulega bjartar og gat reiknað út fjarlægðina. Og við vissum hvað vetrarbrautin okkar var sirka stór og upp frá því höfum við síðan vita að þetta hér allt saman eru aðrar vetrarbrautir. Þar sáust alveg á myndum sem voru teknar en var ekki vita hvað þær væru langt í burtu. Og Hubble notaði það síðan líka til þess að reikna út að allar vetrarbrautir eru að fjarlægjast okkur og að þær eru fara að fjarlægjast okkur hraðar og hraðar eftir því sem eru lengra í burtu, sem kallað lögmál Hubble. Þetta graf hérna sem að Leavitt birti með Edward Pickering hefur ekki verið kallað lögmál Leavitt, heldur bara sveiflulýsislögmálið, en það hefur verið svolítið svona verið að agitera fyrir því að þetta verði bara kallað lögmál Leavitt. Og með við hversu fljótt að það er tekið upp að kalla bara Hertzsprung-Russell línuritið, Hubble-lögmálið, að þá auðvitað hefði átt að kalla þetta alveg frá byrjun bara lögmál Leavitt. Og hefur er krúsjál í okkar heimsmynd í dag. Þannig að hún var svolítið cool kelling, en því miður þá dó hún úr krabbameini áður en var sýnt fram á þetta að vetrarbrautirnar eru raunverulega mjög margar og ekki svona nálægt okkur. Sem að hefði verið gaman ef hún hefði getað séð ávöxt sinnar vinnu. Og eitt af sem er dálítið skemmtilegt þegar maður les þessar Harvard tölvur, það hefur verið dálítið góður andi þarna. Þær ferðuðust mikið saman, bæði fóru á ráðstefnur erlendis, fóru í sumarferðir. Annie Jump Cannon var fræg fyrir hafrakökurnar sínar. Og það er Cecilia Payne og önnur sem hét Adelaide Ames, þær byrjuðu í doktorsnámi á sama tíma, en Adelaide því miður drukknaði í ferð með hópnum og þær kölluðu Harlow Shapley sem var orðinn þá forstöðumaður stjörnuathugunarstöðvarinnar, kölluðu hann DD eða Dear Director. Og hann sagði alltaf við þær bara, ég held að ég get örugglega gert þetta, þá hlýtur þú að geta gert þetta. Þannig að það var alveg svona dálítið hvetjandi andi þarna og þau í seinna stríði þá voru Cecilia Payne og maðurinn hennar sem var líka stjörnuvísindamaður. Það voru ekkert mjög margir í Harvard stjörnuathugunarstöðinni akkurat á stríðstímanum. Þau tvö voru í þeirri forréttindastöðu að geta haldið áfram rannsóknum, voru ekki tekin í að vinna einhver hernaðarbraski. En þá tóku þau bara krakkana sína með sér og þau voru bara í feluleik og eitthvað að renna sér niður brekkur í kringum stjörnuathugunarstöðina. Þetta hefur alveg verið svona bara dálítið skemmtileg og svona fjölskyldu eiginlega stemning í þessum hóp sem að ég held að sé eitthvað sem hefur skilað allum þessum árangri síðan mér og ætti að vera bara forgangsatriði í öllum svona stofnunum, hópum, að ef þú passar upp á andan og virkjar fólk, að þá færðu eitthvað út úr því. Það sem að gerir uppgötvun Leavitt svona mikilvæga, það er þessir að geta reikna fjarlægðirnar í himnum, í geiminum. Þannig að við vorum bara svolítið föst hérna. Við vissum bara hverjar fjarlægðirnar voru í vetrarbrautinni, en með því að nota þessa Cepheida og síðan Cepheida og það eru önnur fyrirbæri sem við notum líka til þess að reikna fjarlægðir eins og til dæmis sprengistjörnur
og síðan smátt og smátt getum við alltaf farið lengra og lengra og þegar við erum að skoða vetrarbrautir mjög langt í burtu þá erum við að horfa á litrófið frá þeim og litrófið það þegar vetrarbrautir er að fara frá okkur þá eins og þegar bíll er að keyra frá okkur og þá lækkar tónninn eða litrófið það lengist og eftir þess að við lengra frá okkur því lengra hefur teikst á litrófinu. Þannig að með því að skoða það getum við séð hvað vetrarbrautir eru langt í burtu og við erum alltaf að ná að kíkja lengra og lengra aftur í sögu alheimsins og lesa í hvernig vetrarbrautir verða til og stjörnur og svo framvegis. Þannig að við erum með þessar 3 geggjuðu konur, Annie Jump, Cannon sem að flokkaði stjörnurnar og þessi flokkar eru bara ennþá notaðir í dag. Það er aðeins verið bætt við, þannig að núna erum við með til dæmis þessa 3. tölustaf í flokkuninni að þetta er það sem við byggjum ennþá á í dag og Leavitt kom með Leavitt lögmálið sem að sýndi okkur hvað alheimurinn er raunverulega stór og Cecilia Payne-Gaposchkin hún endanlega sýndi eða var eins og fyrsta til þess að sýna fram á að alheimurinn er að mestu leyti vetni og helium eða helín svo bara eitthvað pínulítið af einhverju öðru dóti. Men þegar við örugglega heyrt einhvern tímann að við séum öll stjörnurík, að járnið, kalsíumið, allt það í blóðinu okkar, það sé komið úr sprengistjörnu þegar hún sprakk og mér finnst eiginlega miklu meira cool að vatnið í líkamann okkar er búið til með vetni sem var til bara í upphafi alheimsins. Þannig að partið af okkur er bara jafngamall á alheimurinn sem er 13,6 milljarður ára. Ég finn það alveg stundum bara. Þetta liggur þungt á mér, þessir milljarðar. En ég vil að við vitum eitthvað af þessum nöfnum og er með smá áskorun, ég hef áður skorað á fólk að ef þá nefna 3 vísindamenn, að reyna að nefna konur og einhver aðra en Marie Curie og þetta er alveg kandidatar í það. Kannski ekki einföldustu nöfn í heimi, en ég held að þeir séu nokkuð klár, sko. Getum kannski talið þær fram. Svo eru nú aðrar sem hafa komið við sögu í ýmsum greinum stjarnvísindanna. Jocelyn Bell Burnell, hún rannsakaði í doktorsverkefni sínu útvarpsbylgjur og fann tifstjörnur. Katherine Johnson var stærðfræðisnillingur hjá NASA og hún er ein af konunum sem fjallað í mynd sem heitir Hidden Figures og við mælum með. Sally Ride var fyrsta bandaríska konan út í geim og 3. konan frá jörðinni. Nancy Roman, hún var yfir stjarnvísindamaður hjá NASA og er stundum kölluð móðir Hubble-sjónaukans. Svo Vera Rubin sem rannsakaði hulduefni. Caroline Porco, hún vann við Cassini geimfari sem fór til Saturnusar og var líka ráðgjafi í kosmósþáttunum með Carl Sagan. Og svo eru íslenskar konur líka og ég fór í smá rannsóknarvinnu að finna hver hefði verið fyrsta íslenska konan til þess að útskrifast í stjarnvísindum. Ég fann Teresíu sem var forstjóri Veðurstofunnar. Það var kringum 1900 og ég man ekki hvað, 40-50. Það var svona eðlisfræði, haffræði, veðurfræði, stjörnuvísindi. Þannig að svona, kannski getum við ekki alveg talið hana með. En eftir það var það bara Árdís Elíasdóttir árið 2007. Þannig að það er alveg, við erum alltaf kannski ekki mjög mörg á Íslandi, ekki mjög margir, hvorki karlar né konur sem hafa farið í langt nám í stjörnuvísindafræði. Svo er það Anna Árnadóttir sem er hérna niðri, hún er út í Lundi og er forstöðumaður stjörnuversins við Lund háskóla og framkvæmdastjóri Samtaka norrænna stjörnuvera og hún kláraði 2009 held ég frá Lundi og svo Ása Skúladóttir sem við fengum til þess að halda fyrirlestur fyrir 2 árum síðan sem kláraði 2016 og er núna út í Flórens og er stjarnvísindafræðingur þar.
Ég hafði ekki Árdísi hérna með því hún yfirgaf fræðasviðið og núna að vinna hjá Amazon. En við höfum samt alveg fengið hana líka til þess að vera með erindið. Ég held að hún hafi engu gleymt. Þannig að það alveg pláss á þessum lista hérna fyrir einhverjar framtakssamar ungar konur. Og hér heima þá eðlisfræðin með sér línu sem heitir með áherslu á stjörnuvísindi, eitthvað svoleiðis, sem ekkert mjög gömul. En mér skilst svona á Jónheimili það tiltölulega jafnt hlutfall á stelpum og strákum í því námi. En svona allavega mín reynsla á náminu hérna á jarðeðlisfræðinni var að það voru tiltölulega fáar konur sem voru að kenna, sérstaklega í grunnnáminu. Þannig að það einhvers staðar, og við höfum alveg heyrt þetta alltaf, það stelpur mjög sterkar í stærðfræði í grunnskóla en svo skilaði sér ekki lengra upp í háskólanám. Þannig að einhvers staðar þá stoppa þær, virðast ekki halda að þetta sé eitthvað fyrir þær, en sem að það var náttúrulega ekki að stoppa með. Þannig að ég ætla bara að mæla með Hidden Figures sem að Katherine Johnson, þær voru allar hjá NASA, og Dorothy Vaughan og Mary Jackson. Þær voru allar að vinna hjá NASA, í fyrsta lagi konur, í öðru lagi blökkukonur, þannig að það var ekki beint auðvelt fyrir þær. Svo þetta bókin Glass Universe sem eftir Dövu Sobel, og hún skrifaði líka bók sem að margir kannast við, kannski heitir Longitude, þar sem hún fjallar allar þessar konur og Harvard stjörnuathugunarstöðina, og mæli með að næla ykkur í hana og lesa ennþá meira þetta verk sem var unnið þarna. Það mjög skemmtilegt viðtal hjá BBC, Life Scientific, við hana Jocelyn Bell Burnell hennar frama, hvernig hún kom sér inn í stjörnuvísindin, hvað hún hefur þurft að gera. Ég setti líka NASA Women Lego settið sem reyndar ekki lengur framleitt, en það bara svo skemmtilegt. Þetta Nancy Roman, móðir Hubble, Sally Ride og Mae Jackson, og svo Margaret Hamilton, sem var í tölvudeildinni hjá NASA. Þannig að þær þarna alveg, þessar konur. En það hefur eitthvað svona verið, eitthvað sem að okkur finnst bara eðlilegt að kalla lögmál Hubbles og ekkert mál, en eitthvað hefur stoppað okkur þegar einhver eins og Henrietta Swan Leavitt kemur með lykillögmál, og þá það bara kallað sveiflulýsislögmálið, sem já, mér finnst hitt auðveldara. En þetta bók, þetta Hidden Figures, það bók, eða? Það bæði bók og bíómynd. Þannig að bíómyndin byggð á bókinni eftir Margot Shatley þessar konur. Þannig að, já, það fullt af skemmtilegu dóti þarna úti, fullt af kröftugum konum sem að gera alls konar, og ég held að við ætlum bara að fagna því. Takk fyrir. Takk hérna fyrir. Einhver spurningar? Ég vil bara spyrja, stundum opið hús hjá okkur, eða bjóða eitthvað fólk að koma og kíkja í þessar sjónir? Það kemur alltaf fyrir öðru hverju, já, að við séum með svona opna stjörnuskoðun. Við höfum oft líka bara verið úti á golfvellinum út á Seltjarnarnesi og núna að vinna í að laga hans aðstöðum hjá okkur. Það ekki hægt að nota hana eins og Fleiri spurningar? Já. Ekki tveir stjörnusjónir sem komið eftir koma? Jú, þetta allt á uppleið og það sem alltaf bara rétt að gera. Það líka ekki Vera Rubin Observatory í Chile. Nancy Grace og já, þannig að þetta allt að koma. Og svo þurfum bara að passa að þetta fari ekki bara akkurat í hin áttina. Það séum bara í einhverjum smá balans. Eitthvað, að taka yfir bara. Það eftir lagi, kannski 100 ár. Jafnvægt út. Já. Mér takk til að spyrja bara framhald af þessu, hvort að þú standi fyrir, eða hvort að þú sést svona lesumæður í einhverjum svona ferðum, eða fólk geti
bara leggjast bara á bakið og horfa upp í himinin? Já, það kemur alveg fyrir. Sko. Kemur fyrir. Á Hótel Ranga á Suðurlandi, það er farið með gestina á hótelinu, stundum lauma með sér, einhverjir úr félaginu okkar koma með. Við líka bara farið með alls konar einhverjum skátum og hinum og þessum. Já. En þið þurfum ekki að bíða eftir mér, ég geti það farið sjálf. Ég var að spáða þarna, ef maður ætlaði bara að fara sjálfur bara og reyna að átta sig, og getur maður náði einhver kort eða eitthvað hægt að sjá eitthvað svona kort til að styðast við, sko. Það er, ef þú ert að nota síma, þá er mjög gott app sem heitir Stellarium. Stellarium. Og það getur meira sig að filtir bara, þú bara beinir því upp í himinin og það sýnir þér hvað þú ert að horfa á. Eða þú getur opnað það bara í morguninn og hvað er ég að fara að sjá í kvöld? Svo smátt og smátt. Það eru bara svona 50 stjörnumerki sem við sjáum frá Íslandi. Þannig að ég kann þið náttúrulega alveg öll. Þrýningurinn, það er stjörnumerki, það er auðvitað það. En þarna einhvern tíu var mér sagt, átt að segja hvort þú ert að horfa á stjörnu eða hvort þú ert að horfa á reikistjörnu. Reikistjörnu, já. Já. Þú veist þarna, var ekki annað titrar eða Jú. titrar? Það er stjörnurnar titra svolítið, reikistjörnurnar er mikið bjartari þannig að það verður ekki fyrir þessum áhrifum. Þú sér það ekki titrar. Þessi mjög bjarta stjarna sem við sjáum á vesturhimninum á morgnana, svona norðaustur og kvöldin, það er Júpíter, það er pláneta, mjög bjart og áberandi núna á himninum. Stjarnan á morgnana í hvað, í norðvestur? Í vestur, já. Í vestur. Svona vestur. En á kvöldin, sér það? Norðaustur. Norðaustur. Fleiri spurningar? Það er bara einn spurning í viðbót, þannig að út af hverju eru þessar, þetta eru vetrarbrautir, er að fjarlægast út af því að geimurinn er stækka? Já, álfheimurinn er að þennjast út. Við vitum ekki alveg af hverju. Það er einhver hulduorkan sem að sennilega veldur þessu, en við vitum ekki hvað það er. Við bara sjáum áhrifin. Og svo bara hættum við hugsunna á áhrifin heim. Þetta er alveg svona, já, það er tvennt sem við vitum ekki mjög mikið. Hulduefni, við sjáum bara áhrifin af því í svona stórum vetrarbrautaþyrpingum. Við vitum að það er hulduefni hana, en við vitum ekki hvað það er eða hvað það er að gera hana. Við sjáum bara áhrifin frá það. Og hulduorkan er líka bara eitthvað. Einhverjar í loka spurningar? Tækifærið núna. Ég veit allt. Ég ekki, þess að við bara takk hérlega fyrir frábæra fyrir.